bara snöggaði upp út sögur. Þannig að við drögum okkur eitthvað karakter. Það var hérna kartöfluhausinn og löggan. Þetta er ein persóna. Ok, lægt eitthvað þennan. Eitthvað dót og eitt dýr. Svo ég búið til buxu og ég verð að nota 5 sólargeisla. Og þessi sólargeislar eru líka inni. Þannig að nota sama inni og úti. Og ég ætla bara að segja, já, ég heiti Jón, ég er 35 ára, ég er lögreglumaður og í starfinu mínu fæ ég að vera á hestbaki. Ég er svona hestalögga, eins og við sjáum stundum í Bretlandi. Og það sem ég finnst rosalega gaman að gera er þegar ég fæ að fara í póló á hestinu mínu. Þá notum við hérna svona eitthvað bolta og reynum að komast í mark. Þannig að við keppum stundum löggurnar og og mér finnst rosalega gaman þegar ég fæ að keppa. Búa til eitthvað svona algjörlega. Stór og mikil og þá er ég bara með þau kannski póku á meðan. Þá er hún kannski 20-15 mínútur eitthvað svolítið. Sýnst þú að tapa mig ekki hérna? Og svo erum við bara að hjálpast að og við erum líka bara að hjálpast að við að lesa og kannski einn að hlaupa, einn er að lesa og svo það sem að passa við eins og taka skal viljan fyrir verkið, vákvæður heppinn. Það er bara fyrsta og svo hleypur næstu. Hérna erum við fullt af orðum og ég gæti verið með stöðuna þannig að ég ætla að flokka þau í samsett og ósamsett orð. Og þá er einn sem að hleypur, sækir hérna blómavasi. Er það sem þetta hérna blómavasi? Er þetta samsett og ósamsett? Samsett. Þannig og svo hleypur þú og sækir næsta og við flokkum bara og svo má taka þetta inn og taka öll samsett orðinu sín. Má taka út af kynskjörðinu og halda áfram að vinna með það. Eða það er líka hægt að við ætlum að gera það. Við ætlum að vera með hérna. Það er bara líka smá plasti. Mætti óvænta. Ok, og hérna ætlum við að finna atkvæði. Ljós. Hvað er þetta mörg atkvæði? 1. Klappaði eins og. Ok, svo ekki við næsta og þetta er alltaf svona hlaupa eitthvað. Hvað? Þetta er hvað með næsta. Þú varir hérna. Hvað er þetta? Já, vilt þú klappa? Já. Sokkapar. Sá sem er með okkur getur verið að telja? Já. 5. Það er ekki alveg rétt. En það er líka þannig. Það segir nei og það er gert aftur. Já. Þannig við ætlum að flokka þetta eftir hérna atkvæði. En svo er líka á því hérna líka. Það getur verið sérnefn og samnefn og það getur verið líka onni svona pakka. Hvað er ég að leika? Hest. Ég er að skriða. Já. Þetta er allt sagn. Já, sagn. Og þá má ég klippa í mig hérna og þau reyna að safna hérna eða gera risar eða setja allt í hári. Það getur. Setur þetta þá í þann sem er að leika? Já, sá sem átti orðið, þannig að hann leggur sig fram með að leika og hérna það er alltaf 2 orð. Þannig ef ég get ekki öðrum einn, þá má ég lesa og gera nýtt. Það er alltaf nægt. Það er bara ásæðið slá. Við ætlum að hjálpast að við að finna froskinn sem að geti mögulega verið slíki. Og það gæti alveg komið nokkur til greina þannig að þau þurfum svolítið að spjalla saman og vera svolítið sammála um það. Hér ætlum við að kasta, hér var grein. Já. Og hérna, við finnum okkur kannski litla grein. Við gerum svona, þá þegar ég setja þetta saman og þá eru þetta tvíirnir og hitt eru einingarnar. Og þá er ég með hvaða tölur, ég ætla að skrifa með hérna. 34, já. Og svo ætla ég að telja þá 30 og 4 einingar og skilja eftir hjá 34. Í 3./4. bekk erum við að tala um að tvöfalda, við erum að tala þrefalda og helminga. Og
þessi hugtök koma aftur og aftur fyrir í stærðfræðinni og þá bara veljum við kannski eina útreikningskennslu og við erum að tvöfalda. Nú komum við kasta og ég fæ 100 og ég ætla að tvöfalda það. Þannig að ég fæ 20 stig. Svo þetta gerir aftur og ég lenda 100, ég ætla að tvöfalda þannig að ég fæ 200. 140, þá fæ ég 280. Svo má halda áfram, það mætti fara að þrefalda eða helminga. Þannig að hérna erum við bara að gera eins mörg dæmi við mögulega getum gert. Við erum ekkert alveg að skrifa þetta hjá okkur og inn eða hjálpa þeim með að það verður kannski með eitthvað ótrúlega einfalt á móti. Þetta er bara að finna kannski öll nafnorðin sem byrja á þessu stöðum í náttúrunni sem er inn í kringum okkur. Hvað sjáum við? Eða lýsingarorð, eða sögnar. Og svo var ég reyndar að segja pabba að ég ætlaði að gera hérna veiðistöng. Ég tapaði nefnilega einum svona segli en það var svo einfalt að vera með segul og stöng. Svo bara þetta veiða tölur og svo raðanaði þeim eftir stærðaröð jafnáðum sagði að koma og þá erum við kannski að vinna með 10 hluta, 100 hluta og 1000 hluta. Þannig að átti sig á því að þó að það séu 3 tölur í dæminu að þá er það mjög stórar eftir hvað komman er. Þetta er einnig mjög erfitt. Með hérna svona Segli, já. Og svo bara leggja það á jörðina. Já, og svo bara er ég með bréfaklemmu hinum megin. Þú veist það sem ég er að veiða. Mjög einföld veiðistöng en getur verið mjög skemmtileg. Þá er ég með alls konar, svona, hvað ég segja. Sjáu þetta vel hérna. Þá er alls konar svona spjöld með fræði hérna upplýsingum. Fuglabók, þegar færir eftir hvar ég er, ég getur verið með sveppabók, ég getur verið með blómaspilin, fuglaspilin, bækur. Og svo eiga þau að kynna sér og finna 5 staðreyndir viðfangsefni. Maður veit til dæmis ekki 5 hlutum kónguló, maður veit hvað hann heitir. Svo er maður búinn að kynna sér í bókum eða eða eitthvað svoleiðis og þá getur maður miðlað því áfram. Og þá er ég með bara hérna blöð til að skrifa staðreyndirnar, hérna með fuglaspilin. Og getur líka að skrifa það á Zoomu með töfratúspenna. Svo bara þegar þau eru búin, þá bara getur þau skrátt kynningunni sína. Það þarf ekki að vera eitthvað til að eiga lengi. Ég veit ekki hvað það heitir. Við framhaldi því getur þau að finna einhverju upplýsingar það. Og eins með hérna greiningarlyklana. Þá erum við búin að finna út hvað tréð heitir og getum bara svo að finna upplýsingar tréð. Nei, greining. Og hvað á að gera? Og nú ætlum þið að fara hér hægra megin í kringum lundinn og koma tilbaka og þið ætla að fara vinstra megin í kringum lundinn og koma tilbaka og ef þið missir glasið þá verður það að koma tilbaka og byrja til því. Ok.